Það er komið að úrslitastundu á KA í helstu greinum og hefjum við leikinn í blakinu þessu sinni. KA er komið í kjörstöðu í einvígi sínu gegn HK Íslandsmeistaratitilinn í blaki, en KA hefur unnið fyrir 2 leiki riðandi þessa 3-1 og tekið sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri leikliðina í KA-milinu á þriðjudaginn. KA-lið er nú þegar deildar- og bikarmeistari og stefna strákarnir ótrauðir á þrænuna. Í fótboltanum er lið Þórs KA komið í úrslit Lengjubikarsins eftir 1-0 sigur á Breiðablik á föstudaginn. Sandra Meyer gerði einu mark leiksins á vítaspyrnu en í úrslitaleiknum mæta stelpurnar liði Stjörnunnar. Liðið dvelur nú á Alicante í æfingaferð. Karlamegin þá vann KA IA í æfingarleik 1-2 á Akranesi á laugardaginn. Elfar Árni Aðalsteinsson og Hrannar Björn Steingrímsson gerðu mörk KA en tæpar 2 vikur eru í fyrsta leik í Pepsi-deildinni. Á Íslandsmóti yngri flokka júdó helgina hömpuðu iðkendur KA alls 5 Íslandsmeistaratitlum en þá voru þau Gylfi Eddursson, Ólafur Jónsson, Baldur Sveinsson og Bereininga Bernhard, en Bereininga varði með 2-faldur Íslandsmeistari. Óskuð þeim til hamingju. Handboltinn fer aftur af stað í KA-milinu á laugardaginn þegar umspilum laust sæti í efstu deild að ári hefst. KA mætir þar annað hvort Þrótti eða HK en þau mætast í kvöld í oddaleik. Í kvöld klukkan 18 fer fram aðalfundur blakdeildar og klukkan 18:45 er aðalfundur spaðadeildar. Á morgun þriðjudag er aðalfundur hanglaðsdeildar klukkan 18 og aðalfundur júdódeildar er klukkan 18:45. Hvetjum alla sem hafa áhuga til að mæta. Það var ekki fleira að sinni. Takk fyrir áheyrnina og áfram KA!